Í fjölmennu námskeiðum getur verið þægilegt að leita eftir nafni í einkunnabókinni. Það er líka hægt að leita eftir tilteknu verkefni. Þegar nafn verkefnis er ekki alveg sýnilegt eins og hér, þá er einfalt að breikka dálkinn. Ef maður hefur verið mikið að breyta stillingum í einkunnabókinni, þá stundum að endurhlaða síðuna til að geta dregið þetta skilrúm til. Það er líka einfalt að færa til dálkana, til dæmis setja dálkinn fyrir verkefnahópinn hér aftan við þau verkefni sem tilheyra honum. Undir 3 punktunum er hægt að skoða verkefnið í speedgreider, fela eða birta einkunnir, senda skilaboð til nemenda sem til dæmis hafa ekki skilað ennþá. Undir 3 punktunum fyrir verkefnahóp er eingöngu möguleikinn að raða út frá einkunn. Það er hægt að skoða einkunnasögu og einkunnabók tiltekins nemanda. Í efri hlutanum þarf að velja forsendur og velja svo nafn nemanda fyrir neðan. Með því að nota síur er hægt að kalla fram ákveðna þætti í einkunnabókinni. Hvað sést hér fer svolítið eftir hvað kennari hefur sett upp í námskeiðinu. Ég get valið að skoða út frá verkefnahópum og þá fæ ég verkefnahópana hægra megin. Lokaprófið er eina verkefnið sem að tilheyri þessum verkefnahópi sem heitir lokapróf og þá eru önnur verkefni falin. Með því að velja námsefni fæ ég einingarnar og get valið að skoða einkunnir í tiltekinni viku. Að skoða hluta getur komið sér vel í námskeiðin sem skiptir þannig upp, til dæmis í fjarnemendur og staðnemendur, eða þar sem er verið að kenna fleiri námskeið saman. Þá get ég valið að skoða nemendur í tilteknu námskeiðsnúmeri sérstaklega. Í þessu tilfelli námskeiðinu skipt upp í fjarnemendur og staðnemendur. Svo er hægt að skoða einkunnir út frá nemendahópum. Hér er hægt að sýna dálk fyrir athugasemdir. Þetta eru athugasemdir ætlaðar kennaranum og nemandinn hefur ekki aðgang að þessum athugasemdum. Blái liturinn merkir að nemandi skilaði seint og ef það á ekki við rök að styðjast þá er hægt að taka út merkinguna. Svo nemandinn hafi ekki verkefni merkt sem sein skil. Með því að smella á litlu örina og velja undanþegið, þá þarf nemandinn ekki að skila verkefninu og lokaeinkunn verður ekki dregin niður fyrir þetta verkefni. Það er hægt að hafa lokaeinkunnina sem fremsta dálk í töflunni. Að lokum vil ég minnast á einkunnabirtingarstefnu. Oftast vilja kennarar að allir nemendur fái einkunnaendurgjöf fyrir verkefni á sama tíma. Með því að fara í tannhjólið og í einkunnabirtingarstefnu er hægt að velja handvirka einkunnabirtingarstefnu sem þýðir að endurgjöf og einkunn er sjálfvalið falin. Stillingin felur hins vegar ekki einkunnir sem þegar hafa verið birtar. Nú getur kennarinn sem sagt gefið einkunnir og endurgjöf án þess að nemendur sjái og birt svo einkunnir allra þegar þær eru tilbúnar. En þetta er komið að sinni. Takk fyrir.